Ok, við ætlum að skoða hérna fylkjajöfnuna AX F og B, við erum í kafla 1.4 og við ætlum að skoða sem sagt línulega samantækta vigrum sem margfeldi fylkis og vigurs. Við ætlum að skoða hérna skilgreiningu. Við látum A vera m sinum n fylki, sem sagt A, við getum skrifað þetta líka sem A er stak í rauntölur en m kross n, skrifa þetta skýrar. M kross n. Það þýðir m sinum n fylki og stökin í fylkinu eru rauntölur. Ok, dálkavigrarnir í A, við köllum það A1, A2 og svo upp í AN og við látum x vera n sinum 1 vigur, sem sagt ég hefði getað skrifað x er stak í r í enda, þá er þetta dálkavigurinn með n stökum. Margfeldi A og x, sem sagt A sinnum x, er þá línuleg samantækt af dálkavigurum A, þar sem stöðlarnir í línulegu samantæktinni eru stökin í x í réttri röð. Og við skrifum hérna fyrir neðan AX, það er hérna, þetta A1 vera fyrsta dálkurinn og A2 vera annan dálkinn, AN vera enda dálkinn. Og því ég margfalda saman svona fylki við vigur, þá fæ ég x1, fyrsta staki hér sem fyrsti vigur, pluss x2 sinum A2 og svo framvegis upp í xn sinum AN. Við sjáum sérst að þetta hérna er línuleg samantækt af vigrunum A. Skulum pröfa að sjá dæmi það sem við margföldum saman. Ok, mörg ykkur hefur eflaust séð áður fylkja margföldun og þá hugsa kannski rætt það svona, þessi hérna dálkur, skulum að skipta hérna, maður segir þessi lína sem þessi dálkur og við fáum 1 sinni 4 pluss 2 sinni 3 mínus 1 sinni 7 og svo í neðri línunni segjum við seinni línan sinnum dálkurinn og við fáum 0 sinum 4 mínus 5 sinum 3 pluss 3 sinum 7. Ok, reiknum út úr þessu þá fáum við 3 og 6, sér svona. Ok, sumir hafi séð þetta ekkert endilega allir. Það sem skilgreiningin hér fyrir ofan segir aftur á móti er að við ætlum að margfalda saman svona fylki við vigur. Þá ætlum við að nota hugsaðum sem er línulega samantækt af dálkavigurunum í fylkinu. Sem sagt ætla ég að segja 4 sinnum 1 0 vigurinn pluss 3 sinnum þessi vigur pluss 7 sinnum þessi vigur. Sem svona. Og svo pröfum við að margfalda vigrana með tölunum. Og það tókst. Og svo leggjum við saman vigrana og við fáum 4 pluss 6 mínus 7 eru 3 og 0 mínus 15 pluss 21 eru 6. Svo svona. Fáum sem þetta sama hérna að sjálfsögðu með þessum tveimur aðferð. Þannig við erum sem þetta hugsa margfeldið af fylki við vigur sem línulega samantækt af dálkavigurunum í fylkinu. Ok, setjum við þetta nú í samhengi við það sem við hefum gert áður. Ok, skoðum hérna jöfnuhneppi sem við okkur er gefið. Nú höfum við áður séð að við getum sett þetta á jöfnuhneppi fram sem auki fylki. Það myndi líta svona út með hérna dálkana hérna og hægri hliðin hérna er síðasti dálkur. Stundum gerir maður svona línuna á milli, maður getur líka alveg sleppt henni. Þannig að lausnin á þessu jöfnuhneppi hérna finnum við með að gera einfaldar línuaðgerðir á aukna fylkinu og finnum lausnina. En önnur leið til að skoða nákvæmlega sama jöfnuhneppi myndi vera að skoða þetta sem fylkjajöfnu. Fylkjajöfnu myndi líta svona út. AX er jafnt á B, A er þetta fylki, X er X1, X2, X3 vigurinn og B er hægri hliðin í vigri 0, 1, 4. Nú, þessi fylkjajöfna, AX jafnt á B, er nákvæmlega sömu lausnir og jöfnuhneppi hérna. Og við finnum lausnina á þessari fylkjajöfnu með að skoða lausnina hérna í aukna fylkinu. Nú, önnur leið til að skoða nákvæmlega sama vandamál er að setja upp vigrajöfnu. Það myndi líta svona út. Vigrajöfnun lítur þá sem sagt svona út. X1 sinum fyrsti dálkavigur pluss X2 sinum annar dálkavigur pluss X3 sinum þriðji dálkavigur er jafnt á hægri hliðinni jöfnunni. Þessi hérna framsetning, þessi vigrajafna er fullkomlega jafngild þessari hérna línu jöfnuhneppi. Afsakið hljóðið hans að stríða mér, en tökum við þetta. Hérna
skoðum þess, þetta hérna er línuleg samantekt af dálkavígrunum í A. Þannig að ef þessi hérna vigur sem er hægra megin er línuleg samantekt af þessum hérna vigrum, þá hefur þetta hérna jöfnuhneppi lausn. Og öfugt, ef það er til lausn á jöfnuhneppinu hérna, þá er hægt að skrifa vigurum B sem línulega samantekt af dálkavígrunum í A. Skulum skrifa þetta niður. Við erum að tala tilvist lausnar á jöfnu AX jafnt á B og við segjum jafnan AX jafnt á B hefur lausn þá og því aðeins að B er línuleg samantekt af dálkum A. Spurningin er B í spaninu af vígrunum A1, A2 og svo framvegis upp í AN. Rifum hvað þýðir að vera í spannu og þýðir að hægt að skrifa B sem línulega samantekt af vígrunum A. Þessi spurning er algjörlega jafngild spurningunni er jöfnuhneppið AX jafnt á B fylgja jöfn AX jafnt á B samkvæmt. Og hvað þýðir nú aftur að vera samkvæmt? Það þýðir er til lausn. Ok, við skulum nú snúa okkur að annarri, kannski aðeins erfiðari spurningu. Skulum prjóða að skoða dæmi. Spurningin er AX jafnt á B samkvæmt, sem sagt er til lausn, fyrir öll möguleg B ef A fylgið mitt lítið svona út. Og sér nú skrifa ég aðeins vitlaust þetta dæna, A fylgið er bara svona, og tökum þennan út. A er þessi, X er þessi og B er þessi. En til að leysa fylgið, til að leysa jöfnuhneppið, fylgjajöfnuna, þá setjum við upp aukið fylgi. Setjum við 1, 3, 4, -4, 2 og -6, -3, -2 og -7, B1, B2, B3. Sér svona. Ok, gerum einfaldar fylgjaðgerðar þessu. Byrjum á til dæmis að fá 0 í þessi hérna 2 sæti. Þannig að við gerum hérna aðgerðina 4 sinnum lína 1 pluss lína 2 í línu 2 og við gerum aðgerðina 3 sinnum lína 1 pluss lína 3 í línu 3. Þá fáum við jafngilt aukið fylgi sem að vera svona 1, 3, 4, B1, 0, 4 sinnum 3 er 12 pluss 2 það er 14 og 4 sinnum 4 er 16 mínus 6 það er 10 og 4 sinnum B1 er 4 B1 pluss B2 og svo gerum við margfaldi línu 3 línu 1 með 3 og þá er 3 mínus 3 er 0, 9 mínus 2 er 7, 12 mínus 7 er 5 og 3 svo er B1 pluss B3. Þá er næst þetta skal að fá 0 hér og við gerum eina línu að gera viðbót. Og eftir þessa aðgerð þá lítur fylgið mitt svona út. Nú, við getum aðeins tekið saman liði hérna í þessum hérna og það verður svona hérna, við erum með 3B1 mínus hálfur sinnum 4 sinnum B2 og svo erum við mínus hálfur sinnum B2, 4 sinnum B1 segi og ja, tökum þetta bara saman, þá lítur þetta svona út. Og nú sjáum við erum með línu hérna næsta sem stendur 0, 0, 0 og svo eitthvað. Og við getum hæglega valið okkur B1, B2 og B3 þannig að þessi hérna stærð verði ekki 0 og munið að við fáum línu sem stendur 0, 0, 0 og svo eitthvað sem er ekki 0 að þá er engin lausn. Það er sem sagt ekki alltaf til lausn á þessu jöfnuhneppi. Skrifum þetta niður. Getum valið B1, B2 og B3 þannig að B3 pluss B1 mínus hálfur B2 er ekki eftir 0. Svo AX eftir B er ekki samkvæmt fyrir öll B. Þannig að svarið okkar við upprunalegu spurningunni er AX eftir B samkvæmt fyrir öll B fyrir þetta hérna A. Svarið er sem sagt nei. En við erum svolítið búin með að svara upprunalegu spurningunni. En sjáum hvað við getum fengið meira út úr þessu hérna dæmi. Við getum séð að nú vitum við hvaða skilyrði B1, B2 og B3 þurfa að uppfylla til þess að sé til lausn. Nefnilega þarf þessi hérna stærð að vera 0. Þá vitum við að það er til lausn.
Skulum skrifa þetta hjá okkur. Við sem sagt skilyrðin sem þurfa að gilda B1, B2 og B3 eru að B1 mínus hálfur B2 pluss B3 verður vera jafnt og 0. Þá er hérna jöfnuheppið samkvæmt, þá er til lausn. Ok, þetta segir okkur þá líka að línuleg samantekt af dálkaviðrunum í A þeir spanna nákvæmlega þetta hérna plan. Þetta er jafna plans. Þannig að allar mögulegar línulega samantektir af viðrunum A1, A2, A3, skulum kalla það, þar sem að A1 er þessi dálkavegur og A2 er þessi og A3 er þessi þriði. Gefa vegur sem liggur í þessu plani. Við segjum að vigrarnir A1, A2, A3 spanni þetta plan. Ok, við erum nú tilbúin til að eftir þetta spjall getum við sett fram mikilvæga setningu sem dregur þetta allt saman. Skulum rita hana niður hérna. Við erum með eitthvað fylki A sem er rauntölu fylki af stað m sinum n. Þá er eftirfarandi staðhæfingar jafngildar. Í fyrsta lagi, fyrir sérhverju vegur B í R-jafnda hefur jafnan AX jafnt á B lausn. Þessi staðhæfing er sem sagt jafngild staðhæfingunni sérhvert B í R-jafnda er línuleg samantekt af dálkum A. Og svo er þetta aftur jafngilt tveimur öðrum staðhæfingum, en við skulum pröfa fyrst að sjá hvort þessar tvær gildi dæmi sem vorum með hérna fyrir ofan. Já, í fyrsta lagi, hvað vorum við með stórt fylki? Við vorum með A-fylkið okkar er 1, 2, 3 sem 1, 2, 3. Það er þrisvar 3 fylki. Þannig hjá okkur í dæminu var m jafnt og n jafnt og 3. Þá sagðum við fyrir sérhvert vegur B hefur jafnan AX jafnt og B lausn. Það var ekki satt í dæminu okkur, það var ekki alltaf til lausn. Þannig að þessi hérna staðhæfing var röng fyrir dæmið. Nú skulum við skoða næstu staðhæfingu, hún ætti þá líka að vera röng. Sérhvert B í R-jafnda er línuleg samantekt af dálkum A. Og svarið við þeirri spurningu er nei, það er ekki hægt að búa til hvaða vegur B úr dálkum fylkisins A. Skoðum þá næstu staðhæfingu. Dálkar A spanna R í emta. Hjá okkur í dæminu ætti þá dálkarnir í A að spanna R í þriðja, en það gera þær ekki vegna þess að þeir spanna plan sem liggur í R í þriðja, en þeir spanna ekki allt á rúmið. Þannig að svarið á okkur er nei, með við dæmi sem við tókum hérna undan. Það er fjórða staðhæfingin. A hefur vendistöðul í sérhverri línu og við skulum að skoða fylkið, færum okkur hérna til. Hérna er fylkið komið á rudda línustallgerð, eða bara á línustallgerð afsakið. Í hverri línu, maður sjá, í þessari línu er þetta vendistöðul vegna þess að þetta er fyrsta stæki sem er ekki 0 og það er 0 hérna fyrir neðan. Í annari línu er þetta vendistöðul vegna þess að það er 0 fyrir neðan, þetta er fyrsta stæki sem er ekki 0 og það er engin vendistöðul fyrir ofan. Og í þessari línu er engin vendistöðul. Þannig að hérna er engin vendistöðul. Þannig að A hefur ekki í okkar dæmi fyrir ofan vendistöðul í sérhverri línu. Ok, þannig að þessar fjórar staðhæfingar er alltaf annarkost sannar, allar saman í einu eða engin aðeins með sönn. Og þetta getur verið gagnlegt í því sem við skoðum í framhaldinu. Segjum þetta gott bili.